Sæl og blessuð, ég heiti Helga og í dag ætla ég að tala lært úrræðaleysi í tengslum við skýringarstílana, bjartsýnan og svartsýnan. Lært úrræðaleysi á sér stað þegar einstaklingur sem hefur upplifað endurteknar áskoranir fer að trúa því að hann hafi enga stjórn á aðstæðum sínum. Einstaklingurinn gefst þá upp á að reyna að gera breytingar og sætti sig við örlun sín. Það eru tveir skýringarstílar, svartsýnn og bjartsýnn, eins og ég er búin að segja. Svartsýnn skýringarstíl tengist meiri líkum á að upplifa lært úrræðaleysi. Fólk með þennan skýringarstíl útskýra jákvæða atburði sem tímabundna hluti og segja að það er ytri orsökum að þakka. Fólk með bjartsýna skýringarstíl útskýra jákvæða atburði varanlega, almennilega og þakka sjálfum sér. Lært úrræðaleysi tengist oft þunglyndi og er ákveðið hugafar þar sem að einstaklingar trúa því að þeir geti ekki haft nein áhrif á neikvæðar aðstæður í lífinu sínu. Núna skal ég segja ykkur frá skýringarstílunum aðeins nánar. Fólk með bjartsýnan skýringarstíl útskýra jákvæða atburði varanlega eins og ég sagði rétt áðan og þau þakka sjálfum sér mikið fyrir, þannig að þau líta á björtu hliðarnar. Til dæmis, ef ég myndi fá 10 í dönsku, myndi ég hugsa, vá, ég á þessa einkunn svo skilið og ég lærði mjög mikið og lagði mikið á mig, ég er snillingur. Á hinni hendinni myndi fólk með svartsýnan skýringarstíl útskýra góða einkunn með ytri aðstæðum eða líta á jákvæða hluti sem tímabundna hluti, eins og ég geri oft. Til dæmis, þetta var bara góð einkunn því að kennarinn mér var í góðu skapi eða þetta var bara heppni. Lært úrræðaleysi kemur oft upp þegar einstaklingur líður eins og erfitt ástand eða eitthvað sem er ekki hægt að forðast og er varanlegt ástand. Eitthvað sem bara heldur áfram að eilífu. Þetta hefur áhrif á líðan og getur ollið því að neikvæðnin einstaklinga smitast og dregur aðra í kringum þig niður. Allir ströggla stundum, sérstaklega þegar maður er að glíma við alls konar erfiðleika. Aðstæður geta ollið lærðri úrræðaleysi, sem að gætu ollið lærðri úrræðaleysi, smá tongue twister, er ofbeldi, vond sjálfsímynd, erfið æska eða svikaraheilkenni, aka imposter syndrome. Ég lærði að svartsýnn skýringarstíl getur smitað aðra í kringum hann og aðstæður getur verið margvíslegar og fjölbreyttar. Það er gott að vera jákvæð og finna gleðina í lífinu þegar allt er á móti manni og maður á alltaf að muna að það er ekki allt í okkar taki og maður á að reyna sitt besta á hverjum degi. Þannig, takk fyrir að hlusta.